Hæ, ég heiti Aníta. Hæ, ég heiti Gummi. Hæ, ég heiti Sigurður. Hæ, ég heiti Kuba. Það eru 44 lönd í Evrópu. Evrópa, en það norðurvaran, er ein af 7 heimsálfum jarðar. Evrópa er næst minnsta heimsálfan, eða er hún 10,5 milljónir ferkilometrar og búa þar yfir 740 milljónir. Lengsta fljótið er Volga og er líka staðsett í Rússlandi. Áin rennur 370 km. Þar til hún tæmist í Kaspíahafi. Hæsta hitastigi sem hefur verið mælt var á Spáni og var það 50 gráður. En lægsta hitastigi sem hefur verið mælt var -55 gráður og var það á Rússlandi. Ég er með 5 fjölmennustu ríki og höfuðborg þeirra í Evrópu. Rússland er stærsta borg í Evrópu og höfuðborg hennar er Moskva og íbúafjöldi í Rússlandi er 142 milljónir og íbúaþéttleiki í ferkílómetrum er 8,3. Þýskaland er næststærsta borg í Evrópu og höfuðborg hennar er Berlín. Íbúafjöldi í Þýskalandi er 81 milljón og íbúaþéttleiki í ferkílómetrum er 229,9. Frakkland er 3. stærsta borg í Evrópu og höfuðborg hennar er París. Íbúafjöldi í Frakklandi er 65 milljónir og íbúaþéttleiki í ferkílómetrum er 99,6. Bretland er 4. stærsta borg í Evrópu og höfuðborg hennar er London. Íbúafjöldi í Bretlandi er 62 milljónir og íbúaþéttleiki í ferkílómetrum er 251,7. Ítalía er 5. stærsta borg í Evrópu og höfuðborg hennar er Róm. Íbúafjöldi í Ítalíu eru 60 milljónir og íbúaþéttleiki í ferkílómetrum er 200,4. Samstarf Evrópuríkja. Evrópa er þekkt fyrir að hafa gott samstarf sérstaklega eftir heimsstyrjöldina. Samstarf ríkjanna felst bæði í þátttöku í þeirra alþjóðasamtöku eins og Sameinuðu þjóðunum. Einnig sameiginlegt markaðssvæði og sameiginlegu landamæraeftirliti innan Evrópu. Það er Evrópuþjóðir sem eiga aðgang að sjó stunda allar fiskveiðar. Hjá Íslendingum, Færeyingum og Norðmönnum skipta fiskveiðarnar efnahagslegu miklu máli. Á 19. og 20. öld voru miklar kola- og járnrítisnámur í Evrópu nýttar til að koma á fót stáliðnaði og annarri iðnaðarframleiðslu sem var mjög til hagsbóta fyrir Evrópu, aðallega í Vestur-Evrópu. Atvinnulíf hefur í auknum mæli færst frá þungaiðnaði í hátækniiðnað og þjónustu sem hefur gert Evrópubúum kleift að viðhalda auðlegð sinni. Menning. Segja má að menning í Evrópu sé sambland af menningu ýmissa smærri svæða sem skarast. Greina má merki blandaðar menningur heimsálfuna, þvera og endilanga. Spurning sameiginlega menningu Evrópu eða evrópska kjarnamenningu er því flókin. Grunninn að evrópskri menningu er að finna í menningu, sögu og bókmenntum, forn Grikkja og Rómverja. Við þennan grunn bætist svo kristni sem var ríkjandi trú og mótaði heimsmynd Evrópumanna frá síðfornöld og upp gegn miðaldir. Þéttbýlustu og strjálbýlustu svæðin. Þéttbýlustu svæðin eru í mið-Evrópu, sem sagt frá Englandi og alla leið suður til Ítalíu. Strjálbýlustu svæðin eru í norður-Evrópu, sem sagt frá Íslandi og til norður-Rússlands. Náttúruauðlindir. Náttúruauðlindir Evrópu er auðugt af náttúruauðlindum. Fyrst má nefna frjósamt land sem ásamt mildu veðurfari hefur gert mönnum kleift að stunda mjög fjölbreytt landbúnað. Í norðanverðri álfunni er mikið kvikfjárrækt og skógarækt. Í austurhluta álfunni akuryrkja áberandi og í suðurhluta ræktun grænmetis og ávaxta algeng.
Í strandríkjum Evrópu sjávarútvegur mikil enda stutt af gömlum fiskimiði í Atlantshafinu. Mikið af veðmætum jarðefnum finnst í Evrópu, kol að finna víða miðbik álfunnar, olía og jarðgas finnst einkum í Volgulæðinni í Rússlandi og í Norðursjá sem Bretar, Danir, Norðmenn og Þjóðverjar nýta. Járngrýti sem járn unnið úr finnst víða í álfunni. Iðnbyltingin. Í lok 18. aldar hófst iðntímabil mikla framfara í Bretlandi. Tímabilið hefur verið kallað iðnbyltingin og einkennist af gríðarlegri fjölskyldufjölgun og framförum í landbúnaði og tækni þróun almennt. Þessi þróun átti sér stað víða í Vestur-Evrópu, en einnig í Austur-Asíu í ýmsum herðum Kína og Japan. Eldsneyti var stöðugt dýrara, skógum fækkaði og framleiðing í landbúnaði stóð ekki undir örri fólksfjölgun. Annars staðar bjargaði iðnbyltingin samfélögum úr yfirvofandi vistkreppu, ekki síst á Englandi. Elsta einkenni iðnbyltingar var vélæðingin sem gerði mönnum kleift að stækka framleiðslueiningar og stunda verksmiðjurekstur. Þetta var rigning, eða? Þetta var snjór? Þetta var snjór? Nei, það var samt að rigning í dag, sko. Já, það var. Ok, byrju. Við klippum þetta bara út. Ok, á ég að tala um það? Ok, verksmiðjureksturinn bauð svo upp á þéttbýlismyndum sem skapaði bæði ný tækifæri og ný vandamál fyrir næstu kynslóð. Landslag. Evrópa næst minnsta heimsálfan á eftir Eyjaálfu. Miðað við smæð álfunnar má segja að landslagið þessi mjög fjölbreytt. Evrópa í raun stór skagi sem gengur út úr Asíu og eingengist af löngum vogaskornum ströndum í suðri og vestu og mikil meginlandsléttum í austri. Landslag Evrópu mótast að miklu leyti á ísöld þegar ísaldarjökullinn skreið fram og svarf landið með sínum ógnarkrafti og myndaðist víða útlæga dali, djúpa firði og tindótta fjallgarða. Suðurhluta Evrópu fjölótt 5 stærstu ríkin að flatarmáli og höfuðborg þeirra eru eins og norðurhluta sem með... Ok, það stendur eitthvað Suðurhluta Evrópu Suðurhluta Evrópu láglent einkenndi allt austar til Úrafjall. Fjallend... Nei, þetta mikið. Ok, ég byrja bara núna. 1, 2 og... Fjalllendi í Suður-Evrópu sem hluta af Alpaflengjunum var til við árekstur meginlands Afríku og Evrópu. Hæst fjöll Evrópu að finna í Ölpunum og Kákasusfjöllum. Í álfunni fjölda fljóta og vatn og aðallega í norðurhluta hennar sem ber skýr ummerki ísaldarjökulsins. Strandlína Evrópu víða vogskornin með innhöfum og strandhöfum. Fjöldi eyjar einnig mikill einkuminn í norðurhluta og Miðjarðarhaf. Stærsta skaga Skandvísuskagi, Íberíuskagi og Balkaskagi. Iðnaður og þjónusta. Á 19. og 20. öld voru mikil kola- og járngrýtisnámur í Evrópu. Nýttar til að koma fót stálnaði og annað iðnbyltu framleiðslu sem var mjög til hagsbóta fyrir Evrópu. Engum Vestur-Evrópu. Atvinnulíf hefur í auknu mæli færst frá þungaiðni yfir í hátækniiðni og þjónustu sem hefur gert Evrópubúum kleift að viðhalda auðlegð sinni. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Á. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Don't be far behind. You hear that? We're getting close. Hold on. Hello, you people know a lot about trucks. Bing, 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 bing. Oops, I Did it again. My life is gonna Takk fyrir okkur.